Kristina átti sendingur á Kristó og Kristó skoraði. Ætli það sé ekki tróðslega Hauk Helga, hún var rosaleg. Það gefa mínum manni Hauk Pálssyni það að hann blokkaði Donkits í hraðabrifinu í gær. Blokkaði Donkits? Já. Uppáhaldsmoment. Ég myndi ekki segja það sem var svona orðin smánjarringur í manni þegar það var sungið fyrir Loga, 36 ára. Það var örgulega, hann hlýtur að fengi gæsa, ég trúi ekki það. Þannig að ég myndi svona til þessa, já, pluss sigurinn í kvöld, ekki segja það. Já, það er Haukur að tróða og blokka. Alltaf ekki, Haukur að tróða og blokka. Geggjast. Ég held að það kom í kvöld, uppáhaldsmomentið mitt. Það kemur í kvöld, klárlega. Hvað gerist það? Ég held að við sem vorum að taka þetta í kvöld. Nei, bara stemmingin í heild sinni, bara stemmingin í stúkunni með áhorfendum og ég held að þetta sé bara svona heildin sem er bara svakalega skemmtileg, ég held að það sé ekkert eitt sem standa upp úr. Já, ég veit það ekki. Nei, ekkert eitthvað sérstakt moment, en ég held ég verði bara einhvern veginn að hrósa þeim fyrir að halda áfram. Þetta er ofboðslega erfitt að tapa öllum leikjum stórt og mæta út á gólf og reyna að gera eitthvað, þannig ég held ég verði bara að hrósa svona ákveðinni liðsheild að standa sig og aldrei hætta. Já, sendingin á Elvarin á Kristófer í gær. Herðu, já, ég ætla að segja sendingin hjá Elvari á Kristó. Já, það verður skemmtilegt innan, maður er gaman að sitja hérna og horfa á alla þessu leiki en það er ekki eitthvað special moment. Kannski það er Ingi Þóri farin að hrjóta í sófanum þegar við erum að spjalla á kvöldinu, það er alltaf gaman því. Það er Haukur tróði í Greikkaleiknum. Hygglust. Það var mjög gaman þegar Haukur tróði yfir á því fyrsta leiknum en við erum bara að horfa á það og einblína það og verðum að það er út af fyrir sig bara stórkostlegast að vera hér. Við komum ekki til að komast upp á næsta stig fyrir en við eigum bara fleiri menn í atvinnumennsku. Við eigum fleiri eins og Martin og Haukur og við verðum bara núna þegar við komum heim að fara bara í að endurnýja velta við öllum steinum og taka inn þessa stóru, ungu stráka bara úr 20 ára liðinu og fara að undirbúa EM eftir 4 ár. Ég veit að við erum að fara í HM. Það verður bara að nota það sem bara þjálfun, æfingu. Þetta er það sem við þurfum að gera. Við þurfum að velta við öllum steinum og bara athuga hvað þarf að gera og bara gera það.